Komið sæl og blessuð og velkomin í reynsluboltana, þá fyrstu á þessu ári. Eins og þið þekkið þá eru reynsluboltarnir, hvað maður að segja, frétta og þjóðmála umræðu þáttur sem að nokkur leyti hverfist tíðaranda líðandi stundar, þar sem við fáum fólk með aldur, vit og reynslu og þekkingu, fólk sem að getur sett hluti í samhengi til þess að greina líðandi stundu. Og velmannað í dag sem endra nær Halldór Guðmundsson, rithöfundur, velkominn. Takk. Oddný Harðardóttir, fjármálaráðherra fyrrum þingmaður til margra ára, vertu velkominn. Takk fyrir. Og Steingerður Steinarsdóttir, blaðamaður á Lifðu núna, komið víða við vikunni Þjóðviljanum og heflaust fleiri miðlum. Herðu, það náttúrulega svolítið, þessi fyrsta fréttavika ársins svolítið skuggaleg. Það eru alvarleg tíðindi að gerast í utanríkis pólitíkinni og við horfum okkur nær í þeim efnum, lítum til Grænlands. En ég held að sé enn í lagi að spyrja fólk og brjóta ísinn kannski á aðeins glaðværari nótum að fyrstu 10 dagana í janúar hefur mér alltaf fundist að það sé í lagi að spyrja fólk hvernig finnst þér skaupið, og fyrstu 10 dagana í janúar segir maður gleðilegt árið og svo hættir maður svona upp úr því. Halldór, hvernig var skaupið? Sko, það er gömul regla. Ég held alltaf og tók við því af foreldrum mínum, þá held ég mikið partí á gamlárskvöld. Og þá horfðum við alltaf saman á skaupið. Það var gömul regla að finnast það alltaf gott. Þannig að það er svo svakaleg sóun á sálarorku að sitja svo áramótin óla spældur yfir skaupinu. En þannig að vanda, þá fannst mér það gott. En mér fundust nokkur atriði verulega fín, og þó einkum og sérilega í bílastæði atriði við Keflavíkurflugvöll. Sérstaklega þegar að farþeganum var beinlínis hent út úr bílnum, því ég stundum að keyra fólk þann út eftir. Og svo heyrði ég þá sögu sem ég sel hér mjög ódýrt, en að RÚV hefði sjálft þurft að borga 80.000 krónur í sektir við töku á þessu atriði. Það finnst mér alveg fyrir að markera hringinn á þessu. Það var mikil ánægja með þetta atriði líka í þeim hópi sem ég var í, og allir tengdu mjög sterklega við þetta og fólk lýsti stressinu sem það er orðið að skutla einhverjum í flug. Þú náttúrulega þú flýgur nú svolítið, það ekki? Oddný? Það er alltaf minna og minna. Minna og minna. En sko, til dæmis bara svo við ræðum þetta atrið aðeins lengur, nær þetta nokkur átt? Mér finnst þetta alveg rosalegt, sko. Og það fylgir sér svona stress, bæði þegar maður er skutla einhverjum og líka þegar maður er að koma jafnvel, eða fara sjálfur. Það er alltaf umræðum þetta og allir svona djúnast upp hvernig ef að komast hjá því að borga. En þetta lítur að lagast svona þegar það hafa reynsla af þessu. Ég trú ekki öðru. Þetta nú frekar versna en hitt, sko. Ísafía hefur nú ekki verið að sigla að greiða götu í ákvörðunum. Þetta er ekki mjög neytendavænt. Þetta er heldur ekki þetta er ekki sniðugt skipulag. Svo hinum megin, sko, komum megin, þá að fara svo langa leið og þess vegna fólk líka freistast þess að koma og ná í fólk brott frá megin og þá að vera að stilla sig saman, sko, hvert þetta komin og hvenær á ég að koma, sko, til þess að fá ekki sektina. En þetta var fyndið atriði og það voru mörg önnur atriði í skaupinu skemmtileg. Þetta nafna einhver? Sem hafði meira til þín en önnur? Nei, sko, þetta var nú alveg bráðfyndið. Svo líka bara bílastæði gjalda gjaldskylda var fyndin og það var bara mörg, en svo var þetta, sko, svona beitt gagnrýni. Það var alltaf gengið svolítið langt eins og með Höllu forseta og mannin hennar, hann Björn. En það var samt gengið langt, en það var samt fyndið. Og það er þannig sem þetta á að vera. Eina, ef ég á gagnrýni eitthvað, þá hefði mér fundist að svona atriðin með Guðmund Inga hefði mátt vera bara 1, það þurfti ekki vera 2, sko. Mér fannst alveg, það var eina sem mér fannst svona alveg á mörkunum, en annars var þetta skemmtilegt. Steingerður, kannski takið þannig bolta, eitthvað að því að gera grín að veikustu blettum valdamestu Íslendingana? Nei, alls ekki. Nei. En hins vegar þá svona, það alltaf þessi fína lína. Hvenær ertu að hlæja
að manneskjunni og beinlínis lítillækana og hvenær ertu svona að hlæja með henni og við eiginlega getum öll sko hlegið með einhverjum og ég alveg sammála Oddnýju með það að atriðið með Höllu og Björn var ofboðslega fyndið en mér finnst það svona aðeins kannski svona teygja sig yfir þessa fínu línu og það var það sama með atriðin með Björn Inga Guðmund Inga fyrirgefiði að ég gat alveg hlegið en svona mér fannst svona kannski já, eitt hefði verið nóg og þú veist þetta var svona, hann var gerður kannski svona fullvandræðilegur en að öðru leyti, þú veist, ekkert mál að gera grín að fólki fyrir helstu veikleika þess og allt það en við verðum líka alltaf svona svolítið að taka tillit til þess að fólk er fólk og við höfum öll okkar tilfinningar þannig að mér finnst allt í lagi alltaf svona að hugsa hvenar ég komin að þessari línu og hvenar ekki en þetta með bílastæðin fannst mér líka algjörlega standa upp úr og ég held að það sé fyrst og fremst vegna þess að við tengjum öll svo mikið við þetta og ég búin að þurfa að fara niður í miðbæ núna undanfarið á fundi og svona ýmislegt og ég búin að lendi í því hvað eftir annað að fá einhverjar sektir vegna þess að ég var ekki með rétt app eða ég keyrði óvart yfir einhverja línu í bílastæðahúsi sem einhver annar á og svo stendur maður í einhverjum e-mailsendingum og eitthvað til þess að fá þessa þú veist, sekt niður felda og þetta er allt frá því að vera að borga 5.000 krónur eða ég held að það sé 3.900 krónur lagsta sektin og upp í 7.900 og þú veist, fólki munar svolítið 7.900 krónur og mörgum munar 4.000 kallinn líka þannig að þú veist, þetta er orðið áþján og svona fáránlegur skógur þannig að ég held að allir hafi verið voða glaðir að sjá að það hafi verið tekið á þessu sko. Þetta er eitt varðandi skaupið því að stjórnmálamenn vilja láta taka sig fyrir í skaupin það er svo góð kynning og þó það sé að þú veist verið að gera grín að það man þjóðin eftir þeim Þú ert ekki maður með mönnum ef þú ert ábyrjandi í stjórnmálalífi og ert ekki tekin fyrir í skaupinu Já, það er bara ekki gott sko. En ef að gefa því einhvern ég er sjálfur í hópið þeirra sem að mér ást að aðeins yfir meðalag en mér ást að ekki besta skaup sögunar svo sem ég myndi gefa það svona 7 hvað með þig Halldór? Já, ég verð að vera konsekvent með það sem ég sagði áðan þannig að það fær 10 hjá mér Já, bara alltaf 10 En þið, stöflur? Sko, ég held ég myndi bara gefa því 8 Já, ég er alveg þar líka Augljóslega vel heppnað skaup Já. Vel gert allt saman, vel leikið Já. Ég hef ekki alveg þorað að horfa á það sko í skæru ljósi dagsins það er alltaf svolítið verið í sín og þá finnst mann eins oft sem atriði vera of löng og svona ég ætla ekki að segja að það standist alla fagurfræðilega skoðun en þetta er svona megin viðhorf mitt til áramótaskaupa Góð byrjun á nýju ári eða góð endalok á Já, og það verður eiginlega að nefna hvað Sóli Hólm var dásamleg Inga Sæland. Það er eiginlega ekki hægt að toppa það. Við vissum ekki hver þetta var. Nei, ekki fyrst. Það tók mig líka smá tíma að reykja á því hver þetta var. En þegar ég fattaði það, þá hló ég enn meira. Já. Í pólitískum skilningi mætti alveg halda fram að Inga Sæland ásamt Kristrúnu Frostadóttur þetta séu svona stjórnmálamenn ársins 2025 en utan landsteinana er einn pólitísku leiðtogi sem sko búin að eiga held ég bara 90% af öllum fréttum sem að skólar hingað á Íslands strendur utanfrá og það er Trump og þetta ár byrja nú ekki sérstaklega vel hvað varðar þær ákvarðanir sem hann er að taka og hvernig hriktir í öllum stóðum okkar hér meðal annars okkur Íslendingum vegna nálæðar við Grænland og allt það Halldór
Hvernig hefur þér liðið bara, svo maður spyrji út í tilfinningar þína núna fyrstu daga ársins í ljósi þeirra óvissu sem uppi er? Það nú gott hjá þér að nefna Trump sko í beinu framhaldi á áramótaskaupinu því að svona ef maður væri bara gæti séð þetta allt úr fjarlægð þá ætti hann vel heima þar í stöðugu áramótaskaupi nema bara þetta sko alvara og jafnvel blóðug alvara eins og menn hafa nú fengið að finna fyrir víða og það sumt sem manni finnst blasið alltaf við þú veist það ekki það að farið hefur fér betra en hann Maduro en það heldur ekki þarf ekki að kvarla nokkur manni að Trump sé umhugað mannréttindi eða lýðræði í Venezuela sko. Sætti sig við þannig að nýjan forseta sem fyrrum forstjóri leyniþjónustunnar hjá Maduro maður getur rétt ímyndað sér hvað hún hefur á samviskunni og svo kemur það bara fram núna alveg skýrt hann vill stjórna öllum olíuútflutningi landsins og olíuvinnslu þetta ekki afsakanlegt en maður fattar einhver veginn hagsmunum í því mér finnst þetta miklu erfiðara með Grænland vegna þess að það ekkert í til fyrirstöðu að Bandaríkjumenn fylli Grænlanda hermönnum. Þeir hafa bara alla samninga og öll leyfi til þess og hafa náttúrulega verið þannig í áratugi með þessa ratstöð sem var alltaf kennd við Thule og svo hafa þeir sko öll leyfi til námuvinnslu sem við vilja. Það stöðut bara hinga til að hafa bandarísk fyrirtæki ekki haft neitt sérstakann áhuga á því. Því að það bara mjög erfitt að vinna þessa málma sem eru undir sífrerarum þarna. Þannig að það erfitt að átta sig á því hvað hún gengur til annað en þá bara eitthvað svona hégómlegar ástæður eins og að eiga þetta risastóra landsvæði eða eitthvað slíkt vera þekktur fyrir að hafa stækkað Bandaríkin sem þessum munar. Því allt sem hann segir þetta tóm lygi. Þetta ekkert umkring kínverskum og rússneskum skipum. Danir eru að margfalda hernaðarframlagt sig þannig að þeir voru ekki að kaupa einn sleða eins og hann sagði. Þannig að þú veist, það engin almennilega geta sagt mér eða ég hef ekki almennilega áttum á því hvað það sem veldur því hann þorir að taka þessa áhættu að splundra NATO eða öðrum af svona hornsteinum bandarískra utanríkissteinum. Hvað segir þú, Vörni? Ég segi bara það að þetta mjög, mjög alvarleg staða og þegar við erum að tala að það sé mikilvægt fyrir okkur sem svona lítil þjóð að alþjóðsamþykktir og alþjóðlög séu virt en þá það ekki bara fyrir okkur heldur það bara sko forsenda fyrir friði að við virðum þessar reglur en Trump hann ætlar ekki að gera það hann líka að draga sig út úr stofnunum Sameinuðu þjóðanna og hann ætlar ekki að vera með í þessum leik, hann ætlar ekki að leika eftir þessum leikreglum sem búið að setja og þá einhvern veginn hrynur það sem við höfum verið að byggja okkar svona kerfi á og samskipti þjóða og bara fyrir það þetta bara mjög hættulegt og það sem að gerði í Venezuela náttúrulega brot á alþjóðalögum alveg klárlega og mér finnst að þegar ég heyrði utanríkisráðherra okkar í fyrsta viðtalinu tala vel heppnaða aðgerð þegar að verið að brjóta alþjóðalög sem stendur upp úr ráðamönnum annars að séu forsenda fyrir okkur og skipti okkur miklu máli þá og þegar þingmenn líka þennan sama dag fóru að segja að það væri álitamál hvort það þarna væri verið að brjóta alþjóðalög þegar allir aðrir voru búin að segja að þetta er brot á alþjóðalögum. Ég var svolítið óánægð með okkar fyrstu viðbrögð, það hefur lagast sko og Þorgerður kom með svona status skrifaðan síðar þennan sama dag sem var góður en hún hefði betur sleppt það var reyndar víða fannst mér til dæmis víð í Evrópu sem fyrstu viðbröðin voru mjög aumingjaleg þau voru það líka hjá Þjóðverjum og menn voru svona þorði ekki almennilega að segja neitt sko. Já, það var ekki fordæming ég skannaði svona yfir löndin bauð nú fram aðstóð sína og það var enginn sem að sleppti því að tala brot á alþjóðalögum en það var kannski ekki mikið fordæming svona til að byrja með. En það kannski skiljanlegt að menn vilji stíga varlega til jarðar því að Evrópa öll svolítið háð Bandaríkjunum
í svo mörgum skilningi sko. Og hvað þá við Íslendingar hér annað en varnarsamning við Bandaríkin? Við erum háðum í svo mörgum skilningi sko. En þetta er rétt, við erum náttúrulega mjög háð því að alþjóðalög séu virt, annars eiga löndin svo okkar ekki mikla að segja í þessum heimi og mér finnst líka að fólk gleymi því stundum að þessi alþjóðalög og alþjóðareglur eru ekki bara einhverjir svona samningar eins og NATO er grundvallu og það er líka ástæðan fyrir því að þú getur hringt heimteginn frá Kanaríeyjum eða getur flogið til Ítalíu. Þetta byggist allt á alþjóðlegu samstarfi og reglum. Já, vissulega, en við skulum nú samt heldur ekki gleyma því að hinga til hafa menn nú bara brotið alþjóðalög alveg eins og þeim hefur sýnst en þeir hafa almennt undirbúið það. Ég meina Bush-stjórnin gerði það þegar hún réðst inn í Írak og þá var Ísland á lista viljugra þjóða. Og við gerðum þetta sjálf þegar við færðum út landhelgina á sínu tíma, þá var það brot á alþjóðalögum en okkur tókst að sannfæra aðra að það væri réttlætismál og við fengum alþjóðalögum breytt með því en það breytir því auðvitað ekki að þegar við stigum þetta skref þá vorum við að brjóta alþjóðalög og Bretar voru þess vegna í raun og veru í rétti til að senda hingað freigátur þó okkur hafi fundist það vera ansi gróf aðgerð en það auðvitað alveg rétt. NATO-ríki í stríði við önnur NATO-ríki, þetta er nýtt. Það er það og það er það var það hjá okkur líka. Já, það var það hjá okkur líka. 78 áratögnum. Já. En málið, það sem að mér finnst vera hættulegast hérna er að þessi maður sem núna setur við völd í Bandaríkjunum, hann virðist ekki þurfa að telja sig þurfa að undirbúa jarðveginn á nokkurn hátt. Það gerði George Bush áður heldur en hann réðst inn í Írak. Hann var búinn að telja okkur trú það ansi lengi að þarna væri kjarnorkuvopn. Hann var búinn að tala við Bretana fram og tilbaka og fá þá í lið með sér. En þessi maður, hann bara fer og gerir það sem honum sýnist þegar honum sýnist og hann er ekki einu sinni að reyna að afsaka gerðir sínar eða koma með einhver rök fyrir því sem hann er að gera og eins og Halldór var að benda á að þau rök sem hann setur þó fram eru ákaflega haldlítil og pínulítið skrítin og það gildir það sama Grænland. Það skilur enginn hvað hann er að ásælast þarna og það er þetta sem að ég óttast mest. Það er ekki það eins og ég segi að ég fagna því alltaf í hvert einasta skipti sem við framfylgjum alþjóðalögum og sem við förum eftir þeim reglum sem að við höfum þó reynt að setja okkur í samskiptum við aðra þjóðir og það er alveg rétt hjá Oddnýju að það er alveg ofboðslega mikið öryggisatriði að það sé gert en við höfum bara séð þetta svo oft áður og Pútín náttúrulega var að brjóta alþjóðalög líka þegar hann fór inn í Úkraínu og við auðvitað erum jafn ósátt við það eins og Trump. Seilingurinn að Gaza er náttúrulega og bara svo ótal margt annað. Það eru svo ótal margt sem hefur gerst milli þjóða sem að fer á svig við alla samninga. En það sem að við verðum að horfa á hérna og mér finnst mest ókveikjandi eins og ég segi er að það getur engin skilið hugsunargang þessa manns. Hann er algjörlega óútreiknanlegur og hann virðist taka ákvarðanir bara svona. Já, við vitum ekkert hvað gerist næst. Það er ekkert langt síðan Þorgerður Katrín var, ég segi nú eiginlega bara að guma sig af 10 milljarða króna samningi hérna á Suðurnesjum uppbyggingu en þetta getur nú snúist í höndunum á okkur ef Ísland verður nýtt sem hjálpartæki til að taka Grænland og við vitum ekkert hvort Pútín geti fengið áhuga á okkur, hann geti fengið áhuga á að taka Ísland og það tekur bara nokkra klukkustundir eins og við vitum. Við erum bara eins og grænlendingar með hundasleðana sem hann gerir grínað þar sko. Hve mikla raunverulegar líkur eru á að Ísland fari í sjónmál Trump sem næsta herfang? Ég veit það ekki. Ég held að sé alveg líkur á því en hann hefur ekkert gefið neitt út það en hann hefur
gefið ýmislegt út varðandi Grænland, bæði hefur hann talað að taka Grænland og svo þetta líka verið skrifaðar yfirlýsingar sem kannski enn alvarlegra, eða maður hlýtur að taka það alvarlega þegar það koma skriflegar yfirlýsingar frá Hvíta húsinu að þetta sé áformin og við þurfum og ég vona að þau sé að spá í það í stjórnarráðinu. Hvað gerum við ef hann fer inn í Grænland? Hver verður okkar viðbrögð? Hvernig mér finnst í mínum huga þá er bara allt farið. Það er bara NATO og alþjóðareglur og allt farið og við þurfum að hugsa þetta bara allt upp og nýtt. Já, ég er sammálaður. NATO er hrunið. Það er hrunið að þetta gerist og það segja menn líka bara sjálfur Spurningin og Danir eru auðvitað harðir á því og auðvitað megum aldrei gleyma því að grænlendingar eiga fyrst og fremst að ráða sig sjálfur en eins og samningur þeirra við Danir núna þá geta þeir lýst yfir sjálfstæði hvenær sem að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu Danir geta ekkert bannað það, þeir eru eins og mjög háðir Dönum fjárhagslega og það veldur erfiðleikum, það er allavega þessar þjóðir ráða þessu vandinn með Trump, það bara, þú verður að vera mjög fegin að lenda ekki á sjónsviðan því að þetta er aldrei merkilegt fyrir jól þá kom út í Noregi endurminningabók Jens Stoltenberg fyrir framkvæmdastjóra NATO og þar benti einhver norsku vinur mér á er klausað það sem hann ræður Ísland þar að segja Stoltenberg segir hann að það sé ekki her á Íslandi og Trump segir nú akkur í óskupunum erum við þá með Ísland í NATO þá segir Stoltenberg það er mjög gagnlegt fyrir til að halda upp í njósnum Rússa og aðra óvinni og þá segir Trump já höfum það bara þetta er svona nokkun veginn það mesta sem hann verður tjáð sem Ísland svo vitað sé þannig ef maður segir ég ætla að taka segir framan í Evrópu og segir framan í Dan og Grænlandi ég ætla að taka þetta land ég vil bara klára það eftir 20 daga þá er honum til alls trúandi og mér finnst megum ekki gleyma einu í þessu sambandi að Trump er ekki lýðræðisinni hann virðir einskis þrískiptingu valdsins sem er einn af svona forsendum nútíma lýðræðis hann gefur ekkit út á sitt eigið þing Við vitum ekki einu sinni hvort að verða kosningar í Bandaríkjunum næst þegar það er að verða hann sagði í ávarpi til repúblíkana það er nokkur ástæði til þess að hafa þessar þingkosningar í haust þessar midtermkosningar auðvitað er hann með svona yfirlýsingar en hann sýnir þetta líka í praxis allega hans að háskólum að bara málfrelsi og opinbera stofnanir þurfa að fjarlæga bækur alveg í tonnatali þannig það eru svona smáatriði sem mér hugfestast að því bara þetta er eitthvað sem ég vinn við að afrísku Nóbelsverðlaunahafi Wole Soyinka sem er 91 árs hann hefur á hverju ári farið til Bandaríkjanna og haldið þar fyrirlestra við bandaríska háskóla sem margir Nóbelshöfundar það er sem sé búið að svipta hann vegabréfsáritun hann má aldrei koma til Bandaríkjanna aftur á grunni pólitískar skoðun Já, hann líkti Trump við Idi Amin sem er nú ekki algalið og er nælíkjandi þegar Afríkubúi en þetta eru viðbröðin það er ekki málfræðsi og það er ekki lýðræði sem fyrir honum ekki upptaktur að Idi Amin það er það sem að rótast og ég er að velta fyrir mér réttilega þegar þú nefnir fyrstu viðbröð utanríkisráðherra Þorgerðar Katrínar er hún ekki bara skítrætt þorir hún nokkuð að styggja þennan ótreiknanlega mann litast ekki viðbrögð utanríkisstjórnustunnar hér og ráðherra okkar og ríkisstjórnar bara af þessari óvissu alveg örugglega en það er ekki alveg sama hvernig þú gerir þetta en ég er samt sammála því að við höfum að stíga varlega til jarðar en við höfum samt að leggja áherslu á það sem að skiptir mestu máli til að halda friði og tala síðan fyrir friðsamlegum lausnum en við höfum verið og margir að velta fyrir okkur af hverju gera hann enda það er eins og hér hefur komið fram að okkur tala hann svona Grænland hann getur haft alla hermenn sem og hernaðlega getur hann gert hvað sem er í Grænlandi það er verið að kalla eftir erlendum fjárfestingum en hann þarf auðvitað að fara eftir þeim umhverfiskröfum sem grænlendingar setja ég veit ekki hvort að það sé þess vegna sem hann vill á Grænlandi en kannski er bara svona hégómafullur hann ætla bara að vera forsetinn sem að stækkar
Bandaríkin. Maður fann að halda það inn. Já, Sko. og svo þegar einhver þarna, ég man nú ekki hver það var, af ráðamennu sem sagði, já, við þurfum kannski ekki að fara með hernaðvarnanda inn, við getum bara keypt Grænland. Alveg svo þau keyptu Alaska árið 1867 fyrir 7,2 miljón bandaríkjadala ef ég man rétt. Já. En Grænland ekki til sölu og Danir get ekki selt Grænland. Sko, hver ætti að selja það, spyr maður? Já, hver ætti að selja það? Nákvæmlega. En það er eitthvað svona skríti í gangi, sko. En maðurinn er náttúrulega líka búin að sýna það að hann er svo hégumagjarn að það jaðrar við brjálsemi og við sáum það til dæmis hvernig Zelenski tókst að snúa þessum manni með því einfaldlega að, og mér fannst það svo snildalegt að þegar þeir ráðast á hann á þessum fundi í Hvítahúsinu að hann bakkar strax, hann sýnir strax auðmýkt þessi maður þó hann viti að hann var þarna í fullum rétti, þó hann viti að það var verið að koma fram við hann af mjög bara miklum yfirgangi að í stað þess að standa keikur þá ákveður hann að bugta sig og það dugði til þess að þessi maður, af því að hann er svo klikkaður, að þá leit hann svo á að Zelenski væri bara í lagi af því að hann fór að bugta sig og beygja fyrir honum og hrósa honum og þetta virðist vera leiðin að hjartans að bugta sig vera nóg og auðmjúkur, sín honum nóg og mikið smjaður. En gallin við þá áætlun er að þá vex hún og sífellt á smið. Það er náttúrulega vandinn, sko. Það er akkurat það. Og þetta er auðvitað, eins og þú segir, þetta er það sem Evrópuleiðtogar eru, þeir vita bara ekki alveg hvernig þeir eru að takla þetta. Já, Úkraína er bara svo mikið mál fyrir þeim, eðlilega. Þetta er í bakgarði Evrópu, þetta er bara nágranna ríki við stóru Evrópusambandsríkin og nú er ekki lengur fjárhagslegu stuðningur frá Bandaríkjunum og þá bara vita menn ekki sko verða þeir áfram Úkraínu megin eða bara fer hann yfir til Rússa þó að Zelenski hafi tekist þetta einhver tíma þá veit enginn hvað verður og þetta er það sem er stóra áhyggjumálið hjá Þjóðverjum og Frökkum. Já og akkurat það líka hvað verður framhaldið af þessu Úkraínu bardaga að það náttúrulega skiptir líka sköpum fyrir okkur vegna þess að eins og þið voru að tala að hvenar fer Pútín að beiðna sjónum sínum hingað ef að hann hyggur á frekari landvinninga ef honum gengur nú að fá þennan samning að fá undir sig stóran hluta af Úkraínu sem er það sem hann er að krefjast og ef honum tekst að múlbinda Úkraínumenn þannig að þeir megi hvorki gangi í NATO eða Evrópusambandið eða tengjast Evrópu á nokkurn hátt að þá er náttúrulega bara eins og Finnar og Lettar og Eistar og Litáar eru að hugsa hvenar verðum við næst og ef að hann fer aftur inn í þessi lönd eins og Rússar hafa nú gert áður að þá fer maður að spyrja sig hvað langar hann í meira? Langar hann í frekari völd í Evrópu og er þá Ísland eitthvað sem skiptir hann máli? Mér langar líka aðeins að koma inn á það sem gerist í gær þegar Bandaríkjaher tekur rússneska olíuskipið inn í íslenskri efnahagslögsögu. Við erum jú að ræða það sem hefur gerst en ég fann bara svona í mínu eigin hjarta í gær svona óvissu tilfinningu. Hvað gerist núna? Mun Pútín aðhafast einhvern veginn og af því að við erum það nálægt þessum viðburði þá ég veit ekki hvernig ég á að klára þessa hugsun mína mér fannst ekki sjálfgefið að dagurinn í gær endaði vel í þeim skilningi að það yrðu engin svona heftaleg og það er ekki útséð með viðbröð Pútíns Nei. Ég held að sé rétt sem þú segir sko baltnesku löndin og maður þarf nú ekki hafa komið á oft til þess að finna bara hvað óttinn við Rússa er sterkur og það sem svona má heldur ekki gleyma er að það er Pútín í hag að þessi hernaður haldi áfram. Já. Það er ekki bara það sko hann ná einhvern svæðum í Úkraínu hann heldur sinni eigin þjóð í herkví meðan hann er alltaf í stríði við heiminn þá getur hann farið öllu sínu fram innandýra sem að segja eins og sagt við verðum Netanyahu að hans völd innan Ísrael hafi byggst á meira og minna þessum átökum þannig að já ef að koma okkur heim eða ef að halda áfram aðeins þessa stöðu
Sko, við þurfum að huga því hvernig við styrkjum okkar stöðu og við erum auðvitað í NATO og reiðum okkur mikið á að vera innan NATO þjóðunum. En við vitum ekki hvað verður NATO. Þess vegna finnst mér mikilvægt þess að styrkja okkur stöðu að þá göngum við í Evrópusambandið. Evrópusambandslöndin hafa gert samning sín á milli að aðstoða hvert annað eða kemur heimsfaraldur eða náttúruvá eða stríð. Heldur að Trump eða Putin myndu síður ráðast á Íslandi að vera hluti ESB? Ég veit ekkert það. En við eigum þá bandamenn sem hafa gert við okkur samning að hjálpa okkur í slíkri stöðu. Já, nei, það er ekki eftir að fá neina tryggingar í þessu, en ég er alveg sammála Oddný með þetta líka bara út frá þessari hugsun. Ég held ég hef nú bara séð það í viðtali við Vilhjálm Egilsson daginn eða eitthvað að við mættum ekki bara hugleiða þetta út frá því hvað græðum við á því efnahagslega eða eitthvað slíkt, heldur líka bara með hverjum eigum við samleið í heimi sem að taka á sig þessa mynd. Hvers konar samfélög það? Og það eru hinn frjálslyndu lýðræði samfélög og velferðarsamfélög. Það ekki í Bandaríkin sko. Nei. Þannig að þeir eru hópið þeirra sem segja að við höfum færst nær ESB með þessum ógnaratburðum út í heimi. Já, ef við viljum styrkja stöð okkar. Ég hlustaði einu fyrir mörgum árum síðan á forseta Ísland segja þegar þeir voru sjálfstætt ríki að við viljum ganga í NATO, við viljum vera þar og við viljum ganga í Evrópusambandið og hvorutveggja til þess að styrkja sjálfstæði landsins. Þannig að og við höfum að vera á þeim stað núna fyrst mér. En talandi tipl, finnst þér hérna Kristrún Frostadóttir ekki vera svolítið varfærin? Man hefur svona sýnst að Viðreisn hafi eiginlega bara ein borið upp í Evrópu áhugaðan í ríkisstjórninni undanfarið. Já, það getur verið sko. En það er náttúrulega í stjórnarsáttmálanum að fara í þessa atkvæðagreiðslu. Og lögin þjóðaratkvæðagreiðslu segja að það þarf að samþykkja lögin og svo eftir 3 mánuði fara í atkvæðagreiðsluna eða ekki síðar, það má ekki líða meira heldur en 1 ár frá samþykktinni. Þannig þau verða að fara að ákveða hvenær þau ætla að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, á síðasta ári komst þetta mál náttúrulega ekki í alvöru á dagskrá og það voru aðri hlutir eins og við munum öll og líka bara tengdir því að sjálfstæðisflokkurinn bara gat ekki hugsa sér að vera utan valda eins og hann hafði nú gott af því en síðan núna þá bara sé ég það eins og þú Oddný að þetta staða þar sem við verðum að hugsa það að fullri alvöru hvar okkar leið liggur og með hverjum við eigum samleið. Já. Og við verðum með lögum eða samkvæmt kosningalögunum að ákveða hvenær við ætlum að fara í þessi atkvæðagreiðslu og hvað á standa á seðlinum. Já, ég svo sammála þessu eins og Halldór að segja að við þurfum að fara að marka okkur stað hugmyndafræðilega og þessi hugmyndafræði sem að maður einhvern veginn ólst upp við lýðræðið, það að borgararnir gætu haft áhrif að mannréttindi ættu skilyrðislaust að vera virkt. Það eins og það sé að molna undan þessu, smátt og það held ég sem við óttumst mest. Að það búið að teygja einhvern veginn þetta hugtak, það búið að rústa svo mörgu sem að maður hélt að væri klappað í stein varðandi það hvernig fólk virði réttindi hvers annars og þetta mjög ógnvekjandi. Einmitt, þessi tilfærsla sem þú nefnir, hvernig gildin hafa færst til, þetta eitthvað sem maður hefur fylgst með núna undanfarið og svona hrollur niður hryggsúlu. Þessi óvissa á svo mörgum sviðum. Ég var til dæmis hérna í gærkvöld með hana Jasmínu Vajčović sem kom hingað sem í rauninni úr flóttamannabúðum frá Bosníu og búin að vera á Íslandi marga áratugi, frábær Íslendingur. Síðasta ár var vont ár fyrir hana, sannlega versta árið á Íslandi vegna þess að nú bara fólk út á götu farið að víkja sér að henni eða í búðum og segir að hún sé að ræna til sín gæðum sem við Íslendingar eigum að skipta á milli okkar við sem fættumst hérna og það aukinn rasismi, það kynþátta
sem sagt eftir uppbruna þá erum við að skipta okkur og við sjáum náttúrulega líka merki þetta í íslenskri pólitík. Miðflokkurinn sem hefur daðra mest við þessa stefnu, hann vex og í Mogganum í dag þá skrifar Sigmundur Davíð lofgrein Trump. Þetta akkurat það sem ég að reyna að tala og sem ég að tala hvernig við virðum manneskjuna miklu minna heldur en við gerðum áður. Og ég man í mínum uppvexti að þá var mannslífið svo verðmætt. Hver einasta manneskja var svo verðmætt að við hefðum aldrei nokkuð tíman tekin eina áhættu með manneskjur. Nú fréttum við af því að unglingar ganga með hnífa í vasanum vegna þess að þeir telja sig þurfa að verja sig fyrir öðrum. Þeir eru tilbúnir að taka þá áhættu að svipta aðra mannesku lífi. Hverslags hugmyndafræði það? Og hvers vegna eru börnin okkar og unglingarnir svona? Nú, og manndráp á Íslandi hafa aldrei verið jafn mörg eins og núna undanfarin ár. Það einhver firring. Það einhver firring í gangi og hún teygir sig yfir allt. Við sjáum það líka, það farið að ráðast gegn samkynhneigðu fólki sem alls ekki var hér áður. Ísland eftir að ég kemst yfir mín unglingsár og þegar mannréttindabarátta hinsegin fólks hefst hérna 78 að tíma þá var Ísland svo fínt land að því leyti að það tók allir þátt í gleðigöngunni. Það var bara fullkomlega í lagi að manneska væri samkynhneigð. Núna verið að ráðast gegn börnum, umræðan transfólk, hvernig hún það gengur stundum algjörlega fram að manni og að þingmaður skuli standa í kastljósinu og það að hann geti sagt að hlutinni séu svona eða hinsegin, hann virðir ekki einu sinni andmæla rétt manneskina sem stendur á mótunum. Það þetta eitthvað sem við viljum og sækjumst eftir? Ef svo þá ég bara verulega og virkilega aukandi. Vandinn aðeins, bara eins og þú varst að lýsa Björn með dæminu frá Bosníu, vandinn að það búið að legitímisera, búið að leyfa ákveðna tegunda orðræðu sem ekki hefur verið stundað því áður. Þetta verða allir að horfast í augu við að við getum til þess að ekki tekið við endalaust af flóttamönnum með einhverju slíku. En útlendingaandúð eða komast að þeirri niðurstöðu að þessi innan við 100 manns sem glíma við það að vera transfólk hér sé einhver ógnun við okkur. Það bara mjög, mjög óþægilegt og einhvern veginn þarf að koma því vel til skýla að við sættum okkur, við viljum ekki heyra þetta, við viljum ekki að svona talað fólk, en þetta náttúrulega líka partur af þessu. Ef við förum 100 ár tilbaka, þá var innan við 1% þeirra sem hér bjuggu voru útlendingar. Núna það 50 hver sem af innflytjenda uppruna. Og þetta auðvitað allt annars konar samfélag sem við höfum. En þetta fólk hér fyrst og fremst til að halda upp í efnahagskerfinu. Og það eins og menn bara gleymi því. Þetta stór partur vinnandi fólks í landinu. Já, og líka bara það eins og fólk gleymi því að framlag þessa fólks til samfélagsins hefur verið alveg ótrúlega gefandi. Við höfum menningarlega bara grætt alveg heilmikið á þessu. Við höfum líka lent í alls konar vanda, það verður bara að segja það líka upp átt. Þið á Suðurnesjum, þið hafi verið með skóla þar sem kannski 60% hlutfall barna sem ekki eru fædd á Íslandi og hafa ekki íslensku sem fyrsta tungumál. Við í Breiðholti líka. Já, og maður hefur talað við kennara sem segja að þetta sé mjög erfitt ástand og en það ekki í fólkinu að kenna. Nei, þau fengu nú Háleitsskóli fékk núna íslenskum menntaverðlaunin fyrir hvað þau taka vel á móti börnunum og gera þetta vel. Já. Og hafa lagt mikinn metnað í það að taka vel á móti þeim og mæta þeim þar sem þau eru. Ég finnst starfið upp á Ásbrú með börnum frábært og það mætti fleiri læra á því. Jú. En þetta tekur í, þetta eru ofboðslega hraðar og mikla breytingar á skömmum tíma, ferðaþjónustan, hvað hún leiti úr læðingi og fleira, að þetta flókið, en það má ekki leiða til þess að það verði gjá á milli innfæddra Íslendinga og þeirra sem við höfum þurft hvað mest á að halda til þess að knýja okkar hagkerfi áfram.
Það akkurat eins og Halldór að segja, það vegna þess að fólki tekst einhvern veginn að hólfa hlutina niður í staðan fyrir að horfa á stóru myndina og hafa yfirsýn, þá hægt að hólfa niður og búa til vandamál úr einhverjum hópi einstaklinga eða einhverjum hluta af einhverjum málefni í staðin fyrir að líta á þetta sem einhvern part af stóru myndinni og það held ég sem að vantar svo mikið og líka kannski eins og þetta sem ég að tala mér finnst einhvern veginn að við þurfum að knýja meira á að öllum mannréttindum fylgir svo skylda að þú virðir náungan. Þín réttindi ná aldrei lengra heldur en að garði nágrannans. Þannig að þú getur ekki krafist þess að þín réttindi séu virt öðruvísi en að þú virðir rétt annara. Miðflokkurinn tilbyður gamla góða Ísland áður en allir útlendingarnir komu hingað. Nú eru fréttir úr prófkjörum leiðtoga sem sagt að veri leiðtogafréttir í vikunni Guðlaugur Þór fyrir hann fyrir ekki í slag við Hildi í sjálfstæðisflokknum hérna fyrir borgarstjórnarkosningar þannig að hún verður ein og það svona mismikil stemning með það Samfylkingin sumir voru að bíða eftir sterkara mótframboði heldur en Pétri sem að fer í slag við Heiðu margir segja að þetta séu tveir ekki firnasterkir kostir við erum með mælingar sem sýna að Heiða ekkert mjög vinsæll borgarstjóraefni og ansi margir hafa það orðið við maður núna bara í heitapottinum að það séu mikla líkur á að í kjölfar þess hvernig við séum miðflokkin mælast í skoðanakönnunum þá komi miðflokkurinn öflugurinn með einhverja svona skýrar línur, sterka leiðtoga og ræni borgarstjórnarkosningunum og ekki bara borgarstjórnarkosningunum heldur verði bara, það sé bara allar líkur á að miðflokkurinn verði bara sterkur í sveitstjórnum út allt land. Hvernig líst ykkur á þetta? Þetta verður ekki skemmtilegt sko. Ég ekki alveg viss með þetta sko horfið svona, það er auðvitað bara til að klára eitt sem þú nefndir áðan að verðum við að horfast í augu við erfiðleika sem hafa fylgt bæði mannfjöldanum sem hingað kemur og hvernig við okkur hefur tekist eða ekki tekist að taka á móti þeim. Þannig það getur vel verið að við höfum ekki verið nógu rösk í að ræða þau mál því ég held það sé rétt. Ég þekki þetta í kringum mig og ég veit hvernig þetta í sínum skólum og ég veit að þarna eru krakkar sem kom með reynslu sem maður getur ekki einu svona ímynda sér. Ég tók þátt í þöggunarbindindi í einhver misseri vegna sem ég þorði ekki að hafa það á orði að þessu fylgdu ákveðnar áskoranir bara svo ég gerir hreinskilnislega játningu. Já, en það þarf að ræða en það breytir ekki því að við eigum með sína mannvirðingu og mannúð í okkar móttöku í þessu sambandi. En varðandi sveitarstjórnarkosningar þá þetta alltaf svolítið öðruvísi vegna þess að það alveg líkur á því að sjálfstæðisflokkurinn vinni hérna talsverðan sigur í Reykjavík fremur en miðflokkurinn, það fer nú eftir því bara hvaða framboð það verður hjá þeim vegna þess að þessi mál hér þau eru ekki sveitarstjórnarmálin sem fólk að tala sko. Það eru leikskólanir og það eru grunnskólanir og það bæjarskipulagið og það bara fullt af hlutum þar sem þarf að breyta. En ef ég set mig í spór oddvita miðflokksins sem ekki fundin í Reykjavík og ég segi það þarf bara að fækka útlendingum hérna í þessari borg og þá verður nóg pláss fyrir Reykvíkingana sem eru feitir hérna inn á leikskólanum fyrir börnin þeirra og svo framvegis. Ertu ekkert smeykur að þessi orðræða hún? Já, ég veit ekki hvernig hérna í hvers konar lögsögu borgin alltaf að flytja útlendinga út fyrir borgarmörkin. Ég sé þetta ekki fyrir mér sko alveg svona. Auðvitað geta þeir komið með sinn popúlisma alveg eins og þeim sýnist en það sem við sem hérna eigum börn eða barnabörn sem eru við þessar aðstæður, við vitum til dæmis að þetta ófremdar ástandi í leikskólum. Það alveg stöðugt sko lokun eða tíma eða fáliðun eins og það heitir eða fólk fæst ekki til þess að vinna þarna og ég bý í Seljahverfi og ég keyrt fram hjá Gímaldinu á hverju meinasta degi og það náttúrulega eins og þessi hús hafi verið byggð með lokuð augu. Já, einmitt. Það bara hafi verið engin hort út gluggan meðan þetta reis. Þannig að þú veist
borgin þarf að taka sig taki en ekki miðflokkstaki. En María Sigrún á RÚV hún var með alveg frábæra sjónvarpsfrétt í gærkvöld þar sem hún ræddi við konu sem er heimavinnandi og kemst ekki vinnuna sína vegna þess að það er svo mikil mannekla á leikskólanum að hún getur ekki sendt börnin í leikskóla og ég sammála þér, ég held að þetta verði en er þetta ekki þriðju kosningarnir í röð sem að við heldum að leikskólamálin yrðu þá mikið kosningamál það er eins og að vanti alltaf úrbætur, betur en betur. En nú hefur við ekki talað Reykjavík og borgarstjórnarkosningar en þetta er sveitastjórnir út all land og ég held að málefni barna eru mjög stór í öllum sveitafélögum og skólamálin það er náttúrulega stærst skipulagsmálin eru stór í öllum sveitafélögum og höfuðborgarsvæðinu verða náttúrulega samgöngur og allt það álægi og veginn og það er líka út all land. Verða umhverfismál? En síðan finnst mér nefnilega vanta umræðuna loftslagsváina. Hvað getum við gert betur til þess að vinna gegn þess, þetta er verkefni sem er stærsta sameiginlega verkefni mannkyns og það er ekki talað það. Það hefur ekki verið talað það. Og við verðum, ef við ætlum að lifa þetta af í orðsins fyllstu merkingu, þá verðum við öll að vinna í þessum málum og það er hægt að gera ýmislegt á sveitarstjórnarstiginu til þess að minnka losun ef það er haft í huga í verkefnunum öllum þegar vera að byggja þau upp. Það sem mér finnst vera svo hræðilega leiðilegt við prókjörinn er að það er bara verið að tala fólk. En í pólitíkinni þurfum við að tala meira málefni. Hvað snýst þetta allt saman? Pétur Martinsson kynnti sitt framboð á þess að segja eitt orð pólitík. Ég tók eftir því. Já. Það er bara eins og þetta sé ekki tísku að ræða alvöru stefnumál. Það er alveg rétt. En ég held að það hljóti nú að koma. Ég náttúrulega þekki mannin ekki neitt, þannig ég veit ekkit hann, en ég ímynda mér að hann hljóti að koma með stefnumál og áherslumál sín, en auðvitað skiptir máli þegar við erum að velja frambjóðendur og talsmenn stefnuflokka að þeir þekki stefnuflokksins og viti þá út á hvað það gengur allt saman og við erum náttúrulega með Heiðu í framboði sem ég finnst nú vera sterkur frambjóðandi, svo það sé nú sagt sem að þekki flokki mjög vel sem fyrirverandi formaður framkvæmdastjórnar sem varaformaður með yfir umsókn með málefnastarfinu og þú ert með feminista og velferðarkonu, hún er búin að vera formaður velferðarnefndar velferðaráðs í 2 kjörtímabil, veit rétt, þannig að mér finnst hún frá mínu sjónarhorni að vera sterkur frambjóðandi og leiðtogi, en ég bara þekki ekki Pétur, þannig að ég get ekki talað hann. Sama við Skúla, hann hefur mikla reynslu sem fyrir þingmaður og framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar. En menn verða svolítið að segja nú er ég óforbeitanlegur jafnaðarmaður og ég mun alltaf enda á því að kjósa Samfylkinguna, það er ekki spurningin í þessu og á þar marga vini en menn þurfa í málefnastarfi þá líka að horfast í augu við það sem er að og eins og í þessum skipulagsmálum og svo held ég þetta sé hárrétt sem einhvern ykkar sagði stærsti vandinn hér í bænum og nágrannsveitarfélagum, það er engin munur þar á, er bara úrræði gagnvart börnum í vanda sem snúið þetta bæði á sveitarfélagum og ríki sem eru bara mjög sein fundin, yfirleitt allt tróðfullt eða enginn getur gert neitt og þetta er mörg börn sem eiga þessum vanda og sem eru bara verulega illa stödd og sem við erum ekki að sinna nóg. Já. Það er bara stór áskorun sem verður að vera uppi alveg svo þú nefnir réttilega loftslagsmálin sem Trump-finnur okkar er nú bara búin að melda sig út úr. Já, ég veit það. Þannig staðan er svo að það er helst að Kínverja að treysta í því efni. Og systurflokkurinn, miðflokkurinn lætum að eins og loftslagsvandinn sé ekki fyrir sko. En ég tek alveg undir það sem að Oddný var að segja. Mér finnst Heiða Björk vera
mjög sterkur og flottur leiðtogi. Það voru svona bara 2% í skoðanakönnum sem vildu sjá hana sem borgarstjóra. Sko það kann að vera, en ég hef, allt það sem ég hef séð til hennar finnst mér benda til að þetta sé mjög rétt hugsandi kona og hún sé að vinna vel, og eitt af því sem að ég dáist að við hana er að þegar hún hefur komið og rætt einhverju mál sem upp á hafa komið, þá hefur hún aldrei hikað við að viðurkenna að vandinn sé til staðar eða að mistök hafi verið gerð, og hún ræðir hlutina alltaf, finnst mér, á þeim grunni að mér finnst hún aldrei vera í þessari pólitík sem sumir eru að hlaupa undan og viðurkenna ekki að vandinn sé til staðar og þar fram eftir göttunum og skella skuldin á einhvern annan sem nú góð pólitík hjá mörgum. En það sem að mér finnst vera, og ég tek alveg undir með Halldóri, að það eru þessi skipulagsmál í borginni, þau eru á mjög vondum stað, og ég var til dæmis að lesa, því þú talaður jólabókaflóðið, að ég var að lesa bókina hans Andra Snæs, Jötunstein, og hún algjörlega snildarlega, skemmtilega samin, og það svo mikill sannleikur sem í þessu fólkin. Það sem að hann að lýsa þarna hvernig allt sem mannlegt og hlýtt því bara fórnað, því kastað út fyrir það að byggja einhverjar ódýrar blokkir þar sem hvorki útsýni, góð loftræsting, birta eða nokkur skapaði hlutur sem gefur umhverfi okkar og lífi gildi. Og ég held að þetta stafi af því að byggingaverktökum hafa verið gefið of laus taumurinn hér í borginni, og græna gímaldið meðal annars afleiðing af því. Og þetta, það var nú einhvern tímann fyrir ekkert svo löngu síðan, þá var ég stödd við rauða borðið ásamt öðrum manni sem að sá okkur frá því að hann hafi ætlað að styrkja dóttur sína til að kaupa íbúð og hann lagði henni til 10 milljónir og hann komst síðar að því að þessar 10 milljónir voru bílastæðið undir blokkinni vegna þess að þegar að var búið að selja lóðina nokkru sinnum milli byggingaverktaka þá var þegar komin slík skuld á hverja íbúð að íbúðin kostaði 10-15 milljónir áður en að fyrsta skóflustunga var tekin að byggingunni. Sko þetta ekki hægt, þetta ekki góð pólitík og af því að við erum að tala líka börn í vanda og útlendingar sætta sig við mun verri aðstæður í húsnæðismálum heldur en Íslendingar. Þeir hafa verið að kaupa upp ódýrari íbúðir og setja stað í ódýrari hverfum borgarinnar og ég óttast það að það sem við erum að byggja upp í dag af þessum þéttu blokkum þar sem að eins og ég segi, skortir allt sem að mér finnst gefa gildi, að það verði í framtíðinni að þar setji fólki sem á glímir við félagslegan vanda Ítu undir aðgreiningu. Já, og ítu undir aðgreiningu og þarna verði við með hópana sem að hafa engar bjargir vegna þess að eins og Halldór segir það enginn sem getur gert neitt eða mætt þeim. Það mikið til í þessu en mikið til í þessu en þessna finnst mér og sjálfsögðu ég þekki ekki Heiðu nema góðu einu og Skúli gamall vinur minn og samstagsmaður en hvaða framboð sem hér í Reykjavík verður að segja hvernig ætlar það að taka á þessu hvernig ætlar það til þess að taka á skrifræðinni í þessari borg í borginni hefur eins og í mörgum stofnunum millistjórnendum fjölgað alveg endalaust stjórnsýslukostnaður og stjórnsýslu komin út í tóma vitleysu á sama tíma á menn minnka þjónustuna eins og bókasöfnin og fyrir að skera það maður hefur aldrei verið fjær ég stóð ég var einu sinni húsverður í Hörpu og ég stóð í skriftum við skriflaði Reykjavíkurborg ekki bara fasteignagjöldin og það allt þegar þú segir húsverður þá já, ég er forstjóri 3 ár en mér fannst húsverður vera nær því að vera lýsing á starfinu en þá vorum við að rífast við skriflaði Reykjavíkurborg auglýsingaskiltið fyrir framan Hörpu sem þurfti átt að færa og hvert átt að færa það? Jú, út að miðja götu samkvæmt deiliskipulagi og ég spurði hvort þeir vildu þá að ég gerði það nei, þú mátt ekki gera það en þú getur beðið nýja grendarkynningu og svo framvegis þetta fór í marga hringi og eins og ég saði við samstagsfólk mitt þetta skilti það verður þannig á sama stað eftir þennan 3 ára prósess og það verður alveg eins
en það verður búið að sko gera úttektir á því og grendarkynningar og ég veit ekki hvað endalaust. Ég spurði mig, þú veist, hvað þetta fólk að eyða tíma mínum og sínum eigin í? Og mér finnst að þetta nú bara pínlítið dæmi en ég sammálaði með bók Andra Snæs. Sko flokkar hverju sem þeir eru sem ætla að komast til valdi í Reykjavík verða að sýna einhvern vilja í þessu efni. Líka eins og þú segir með þessar tröllslegu blokkir sem hann að byggja þannig hver hún í annan sko. Ég tók í gærkvöld viðtal við fasteignasala Páll A. Pálsson sem upplýsti að hann seldi ekki eina einustu íbúð allt árið 2025 til ungra kaupenda án þess að ríkulegur stuðningur foreldra eða afa og ömmu eða einhverja stöndugra ættingja hefði fyllt. Ekki ein fasteignaviðskipti árinu 2025 til ungs fólks án stuðnings ættingja. Sjáu þið hættuna á gliðnun, efnahagslegri stéttaskiptingu og við höfum samkvæmt nýrri skýrslu leigjendasamtökanna þá hefur húsalega hækkað 5-falt bara á nokkrum árum og þetta líka eitthvað sem að ég ekki að segja að þetta sé kannski beint mál fyrir sveitarstjórnarkosningar en þetta sannarlega eitthvað sem að við þyrftum að gæta. Það náttúrulega þingmennirnir okkar sem að samþyktu þessa skattahækkun á leigutekjur og eins og formaður leigjendasamtakana sagði í útvarpsviðtali í gær sem ég hlustaði á það að það eina sem gerist það að leigursalinn veltir því út í verðlagið. Hann kemur til með að hækka bara sína íbúð sem nemur þessum aukna kostnaði. Kaupir það? Að þetta sé allt saman vondri skattahækkun Já, ekki til eitthvað sem heitir samfélagslega ábyrgð, ekki margir sem græða óhóflega á leigjendum? Jú, sko það sem ég að segja, leigusalinn, hann kemur bara þarna inn og hann hækkar bara leiguna og húsaleigubæturnar. Hann getur það, já. Og það sem að hann gerir að hækka leiguna til þess að mæta skattinum en það gerir þar líka verkum að ríkið þarf að hækka húsaleigubæturnar til þess að hjálpa fólki vegna þess að það að greiða hærri leigu. Þannig að við erum komin út í ákveðin vítarhing þar sem að leigusalar að verða áskrifendur að styrkjum frá ríkinu. Verðum við ekki að fara að horfa á þetta öðruvísi og ég hef alltaf sagt að eitt versta slís Íslandinga og Íslandssögunar þegar við tókum verkamannabústaðakerfið úr sambandi. Það hlutur sem aldrei hefði átt að gerast. Það eru ákveðin samfélagskerfið þar sem við bara mistum af lestinni og við höfum aldrei getað komið upp almennilegu kerfi gagnvart fólki sem vill bara leigja. Og hefur ekki áhuga að kasta sér í einhverjar gríðarlega skuldir. Þetta hafa Norðurlöndin. Já, ég bjó í 3 ár í Oslo og 5 ár í Kaupmannahöfn. Aldrei nokkuð tíma þurfti ég bíl nema ég var að fara út úr bænum. Akkúrat. Þessi kerfi voru bara til staðar. Við höfum látið þetta einkaeignarréttar sjónarmið duga allt og lengi bæði gagnvart húsum og bílum. Já, það alveg rétt. Við líka bjugum við það að við gátum með að vinna tvöfalda vinnu og svona halda í við okkur kostnaðarlega þá mjög mörg okkar höfðu þá sínum færi á ekkert mjög mörgum árum að nörgla út fyrir útborgun íbúðar og það eru kannski íbúðir sem eru núna 15 sinnum ódýrar í krónum talið heldur en þær íbúðir sem ungt fólk að greiða fyrir í dag og þetta ekki ákveðið áhyggjuefni hvað það voru erfitt fyrir ungt fólk án forgjafar það er mjög erfitt en takið eftir því hvað að gerast Seðlabankinn að reyna að stýra hlutunum með stýrivöxtunum og hugmyndin hjá þeim að ná niður húsnæðisverðinu til þess að velbók náist niður og húsnæðisverð stór hluti þar í en þá koma svona fjárfestingafélögin og segja þetta allt í lagi, ég skal lána þér til þess að halda upp í verðinu þannig að þess vegna finnst mér eðlilegt að Seðlabanki sé að gera athugasemdir við þessi lán sem að koma þessa leið að þau eru til þess að halda upp í verðinu en meðan að Seðlabankin að reyna að pressa það niður. En finnst þér eitthvað vit í þessum háu raunvöxtum þessum miklu hærri raunvöxtum hér á landi heldur en í Norðurlandi? Nei, þetta gerir fólki mjög erfitt fyrir en ef við ætlum að láta virka þá getum við ekki verið með svona aðgerðir á móti þá verður þetta bara til þess að þetta hækkar og hækkar. Þegar þú varst fjármálaráðherra
Hafðir þú þó yfirráð yfir Seðlabankanum? Ég var bara efnahagsráðherra í 2 mánuði sko. Já, en við breyttu fyrst var bara fjármálaráðherra og efnahags- og viðskiptaráðherra og efnahags- og viðskiptaráðherra var með Seðlabankan, en það voru þarna síðustu 2 mánuði, en ég gat ekki mikið gert á þeim tíma. En var Seðlabankin undir ráðuneytinu þá, en ekki alls sjálfstæður? Jú, hann var sjálfstæður sko. Hann er ekki undir ráðuneytinu, en hann er svona hann er samt þar sko, í samráði og slíku. Ég ætla ekki að fara að eyðileggja þennan dag á því að ræða vextina. Nei, þetta er eitt af okkar stóru samfélagsvandamálum. Það er ungt fólk sem ekki hefur bara á ekki ríka foreldra eða aðra ríka það getur ekki ráðist í svona kaup og hvað gerir það? Það leigir og það leigir á svo háverði að það situr fast í þessari hringrás. Algjörlega. Og þetta er bara stór galli á okkar samfélagi. Og þarna verða stjórnvöld einhvern veginn að stíga inn í og brjóti þetta bak aftur sko. Þetta er ekki hægt. Þetta var hæg heimatökin fyrir jafnaðamenn í ríkisstjórninni. Já, algjörlega. Ég treyst á að þau gerir eitthvað í málunum. En það má samt ekki gleyma því að það hefur alltaf verið mjög erfitt að eignast húsnæði á Íslandi. Mér fannst það bara ekkit erfitt. Já, og mér fannst það nú taka ansi vel á hjá okkur. Það er náttúrulega lottó sko, kennitölu lottó á 5 ára fresti bara eftir hvort eru fætt 60 eða 65 eða 70, hvort sem voru námsláni eða hvað það var, þá var þetta bara svona rúlletta. Og ég þekki fólk sko sem að lendi í því að missa heimilin sín vegna aðgerða stjórnvalda, sigtúnshópurinn svo kallaði þegar að kipt var úr sambandi launavísitölunni og vextirnir héldu áfram að hækka en launin ekki. Þannig að fólk misti unnvörpum húsin sín og þetta hefur gerst áður í alls konar einhverjum svona rassíum stjórnvalda sem ekki eru hugsuð til enda. En það sem að mér finnst vera stóra máli, það er einmitt þetta sem að Halldór kom inn á, að við höfum á sveitarstjórnarstiginu af því að ég veit að þétting byggðar er hluti af aðgerðum í loftslagsmálum eins og Oddný var að benda á hérna áðan að við verðum öll að taka þátt í því átaki og þess vegna ættum við í raun að vera að fagna því að væri að þétta byggðina og gera fólki auðveldara fyrir. Borgarlínan á að koma. Við vitum hins vegar ekkert, við vitum ekkert hvenær hún kemur, við vitum ekki hvernig hún virkar og mér skilst að borgarlína sig hugsu svona eins og járnbrautarlest og það að vera svona tilteknar stöðvar við svona umferðaræðar en það er ekki gert ráð fyrir sko neinum bílastæðum við þessar stöðvar við stærstu umferðaræðarnar. Þannig að þú getur ekki komið úr hverfinu þínu, lagt bílnum þínu þarna og tekið síðan borgarlínuna niður í bæ. Þú verður að taka annan vagn að þessari borgarlínu og þá ertu komið með það sama eins og ég er að horfast í augu við í dag. Ég bý í Kópavogi og ég vinn í Skútuvogi. Ég er búin að setja mig inn í leiðarkerfi strætó og þar er mér sagt að ég þarf að taka 2 vagna til þess að komast í vinnuna og ég er 45 mínútur á leiðinni en ég er 8 mínútur að keyra. Þannig að þú veist, þetta er engin raunverulegur valkostur og það sem að til dæmis eins og Halldór var að segja okkur að Danirnir gera, þeir ef að þú býr því útkverfi þá keyrir þú niður að þinni járnbrautastöð, þú leggur bílnum þar og þú tekur lestina inn í Kaupmannahöfn. En ég í Kópavogi, ég get ekki keyrt niður að Breiðholtsbraut eða Reykjanesbraut og lagt bílnum mínum þar og tekið strætó þaðan í þá átt sem ég þarf að fara. Og þú veist, þá veltir maður fyrir sér og þessi þétting byggðar sem gengur líka út á það að stærstu blokkakjarnarnir eru alveg við borgarlínuna og stöðvar borgarlínunar og þá veltir maður líka fyrir sér ef að borgarlínan verður svo ekki til þess að draga úr bílaumferð sem að virkilega þarf að gera hér í borginni. Hvað ætla menn þá að gera við mengunina sem að berst upp í þessar íbúðir sem þarna eru? Ég er nú svo gömul að ég man eftir gríðarlegri umræðu og rifrildi út af bara heilsuspillandi mengun frá Miklubraut inn á heimilin þar. Já. Ég veit allavega eitt okkar þarf að fara að nálgast barnabarn í leikskóla. Svona rétt í lokin bókajólin að baki hér, Halldór,
þetta góð jól? Mér syndist það, já. Og það sem svona mitt í öllum þeim áhyggjum sem við höfum og eðlilega höfum gaman að sjá það hvað var gríðaleg sala á barnabókum. Og stórum og merkilegum barnabókum bæði í íslenskum og þýddum og þar sá maður að þessi áhugi, hann alveg til staðar, sko. Já. Og þetta verkefni okkar líka í gagvart okkar útlendu nábúum. Það íslenskan og bækur og lesefni og það var nóg af því fyrir síðustu jól. En hvað ertu staðsettur í áhyggjum gagvart stöðu íslenskunar? Ég tók mörg viðtöl á árinu sem leið og ég fekk hérna ýmsa menn eins og Þórarinn Eldjárn sem voru mjög áhyggjufullir og ekki bjartsýnir. Sko, þetta pínumdið eins og áramótaskaupi. Mér tekst ekki að hafa áhyggjur af öllum hlutum í einu. Þannig ég hef ekkert rosalegar áhyggjur af þessu þegar maður sér, sko, það eru milljónir bóka á Íslandi sem hlustað á hverju ári og svo lesturinn, þetta sirka jafnt. Það ennþá bara mjög mikil, maður má nota svo hallærislegt orð, bókneysla. Og meðan svo þá á tungumálið góða möguleika og hérna það steðjaði ýmsar hættur en þær ekki óviðstíganlegar. Það gott að heyra. Last þú marga bækur jólin, Oddný? Ég var nú, sko, við erum nýbúin að stofna Norræna félagið á Suðurnesjum þar sem að ég formaður og við erum að stofna lesring og í næstu viku verður fyrsti hringurinn. Við leggjum á staði fyrsta hringin og... Ertu búin að velja fyrstu bók? Já. Það sem sagt, og ég var aðalega að reyna að velja bækur en við enduðum í sænskri bók sem að fekk sænsku glæpasagnaverðlaunin 2024 sem heitir Dánar konur fyrirgef ekki sem við byrjum að ræða hana næsta mikudag. Gaman. Og hvað með þig, Steingerður, kemur þú víðlesin eftir jólafríð? Já, ég nefnilega las alveg rosalega mikið fyrir jólin. Ég les alltaf reyndar ofboðslega mikið og krakkarnir mínir segja ef ég sé ekki með bók við hönd þá fá ég fráhvarseinkenni og fara að lesa á serióspakkana. En ég hef sko ekki miklar áhyggjur af því að við hættum neyslu á bókum. Það nóg af ofboðslega góðum bókum og það var alveg ofsalega gaman að lesa margar af þeim frábæru skáldsögum sem komi. Ég get nefnt Þú sem ert á jörðu, ég get nefnt Kvöldsónutuna, ég get nefnt Tál eftir Arnald sem að ég var mjög ánægð með og ótal ljóðabækur sem að voru alveg dásamlegar. En ég tek ekki alveg undir með Halldóri að ég hafi ekki áhuga áhyggjur af örlugum íslenskunar á meðan að bókaneysla mikil vegna þess að mér finnst bara sem fjölmiðlamaður ég sjá svo ofboðslega lélegt málfar í mörgum fjölmiðlum og ég að sjá fólk koma inn í viðtöl í fjölmiðlum sem að virðist bara hreinlega ekki almennilega tala máli. Það notar orðtök vitlaust, það gerir ekki greinamun, eintölu og fleirtölu orð ekki til í huga þessa fólks, það kann ekki að beygja og það ýmislegt fleira svona. En við eigum stórkostlega höfunda sem eru að skrifa alveg ofboðslega góða bækur og ég bara náttúrulega himinsæl með það. Það sko eitt að í gær var einhver að tala að það væri ótækt að fréttamaður annarkot á RÚV eða Sín hefði spurt hlakkar þig til einhvers, það að segja hlakkar þú og þá kemur Eiríkur strax og segir þetta allt í Eiríkur málfarsprófessor og segir þetta allt í leið, þetta hluta eðlilegu máli. Ég nefndi nú ekki að setja athugasemd við þetta en af hverju þá í fréttamannaprófi til dæmis Ríkisútvarpsins af hverju prófað í því hvort maður kann íslenska málfræði eða ekki og mér finnst þetta undanhald svolítið þreytandi ef ég á að segja alveg eins og að allt sé bara í lagi. Ég af þeirri kynslu að ég fæ hjartslátt sko ef ég heyri einhvern segja mér langar og það allt saman bara ég mun ekki geta breytt því en mér langar að bæta við öðrum punkti bara af því við erum að tala sko bækur á íslensku. Eitt af merkilegasta sem að gerast núna í íslenskum bókmenntum eru innflytjendabókmenntir. Það að segja fólk sem hefur sest hér að og er önnur kynslóð að skrifa stórmerkilegar íslenska bækur bæði á íslensku og öðrum málum. Já, eins og Má og
Vilhelmsdóttir, til dæmis ljóðabókin hennar var stórkostleg. Hrein viðbót við okkar einsleita landslag. Já, og Ósmann eftir Joachim B. Smith sem að reyndar þýdd úr, hann skrifar á þýsku sko. Fullkomið þýðing, segir fólk. Og bara bókin perla sko, þannig að það algjörlega dásanlegt og þannig hann að taka íslenskan mann sem var til og skapa þessa sögu í kringum hann og það stórkostlegt, ég tek alveg undir það og margir útlendingar tala mun betri íslensku heldur en íslendingar og það meiri sé hámenntaðir íslendingar. En þá bíða börnin og barnabörnin eftir sumum okkar. Ég ykkur þakklátur fyrir að hafa lagt á okkur ferðalag hingað í Bólholtið á þessum 5. degi, fyrsta 5. degi sem við á Samstöðinni erum með dagskrá og Halldór Guðmundsson, kæra þakkir fyrir komuna. Oddný Harðardóttir, þú nú alltaf svo vinsamlega að heimsækja okkur jafnvel úr öðru byggðarlagi og Steingerður, takk fyrir að standa vaktina, búið að vera gaman að spjalla við ykkur, við farið víðan völl og verkefnið svolítið einmitt að ná í kraft og kjark til þess að vera hæfilega bjartsýnn en líka raunsær gagnvart því sem aðstæði og reyna að finna út úr því hvað maður getur gert ef eitthvað til þess að hamla gegn vondum hlutum. En við erum rétt að byrja, kæru hlustendur og áhorfendur, ekki fara langt, nýr kafli hér eftir andartak. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel Samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.